blessan daginn svona. Góðan blessan daginn, Birta mín, hvað segir gott? Bara gott. Það ekki. En þá erum við að taka upp fram í tíman. Jú. Þannig að framtíðar Sunnu og Birta, hvað heldur þú sem að gera? Ég vonandi bara að tana á einhverjum palli eða eitthvað. Vonandi. Og í ræktinni og eitthvað. Já. Og eitthvað knúsalla og eitthvað. Já. Og bara eitthvað leika við baby og... Já, og það sé ekki neinar takmarkanir og eitthvað svona. Má láta sér dreyma. Má. En við erum hérna komnar að taka upp einn annan þátt. Svolítið skemmtilegt topic. Já, það er skemmtilegt, jú. Ástfangin á setti. Það er nefnilega mjög algengt. Það er fárlega algengt, sko. Ég er líka svo ánum með þetta nafn og alhjöður. Já, takk. Að ég er skýrt þáttin eitthvað stjörnur sem eruð ástfangnar þegar þú voru að taka upp bíómynd. Já. Nú betri með svona frasa. So thank you very much for the name. Oh, you're welcome, Han. Yes. En áður við skellum okkur í topic dagsins, þá ætlum við að tala um uppáhaldsmaskan okkar. Já, frá Lauga spa, möllmaskan okkar. Yes. Þetta er náttúrulega ekki uppáhalds, elskum rakamaskan líka. Já. En í dag... Uppáhalds í dag. Já, í dag. Vara dagsins. Vara dagsins, það er alveg eitthvað. Við getum byrjað með það. Og já, bara möllmaskin, þetta er bara svona hreinsimaski og við skott að nota hann einsinn til 2 í viku til að hreinsa upp húðina. Og stundum nota ég bara sem svona spot treatment. Ég var að fara að segja þetta. Bólu. Ég set alveg stundum á mig ef ég þurft sé það svona að byrja að myndast bólga eins og gerist þegar það kemur bóla. Það bara svona setja hann á mig kvöldur og fer bara að sofa með hann. Já. Og þá er hún búin að minnka, sko. Einmitt. Draga í sig vökvar. Take the dirt out. Já. Þannig að þetta er ógeðslega sniðugt mitt bara sem maski og svo bara svona sem svona bólu treatment í rauninni. En maskin á að draga úr fituframleiðslu á yfirborði húðarinnar. Þannig að þetta er muy bien. Muy bien. En notar hann mikið svona áður en fyrir að sofa, ertu búin að vera að nota hann Fyrir eftir hvort ég fara að mála með það ekki. Já. Mér finnst best að nota hann áður en fyrir að sofa til þess að húðin fá bara slaka alveg á alla nóttina. En ef ég er bara eitthvað að fara að læra allan daginn, þá get ég alveg sett á mig, skilur. Og ég ger það alveg stundum. Já, ég set alveg stundum á mig maska sko áður en ég á svona night out. Já, svona yfir daginn þá. Já, bara svona snemma morgunin í rauninni. Já. Að því að þú veist, eitt af eitt af þú veist eiginleikunum á þessum maska líka er svona förming. Man finnst maður verða svolítið svona stinnur í framan og það er stundum þægilegt þegar maður er að fara að mála sig og þannig. Nákvæmlega. Þannig að það er hægt að nota þetta á alls konar við. Algjörlega. Þannig að við mælum 100p með. Við mælum með. Allan daginn. Mælt með af tebóðinu. Já. Tebóðið approves. Tebóðið mæli með. Já. Gaman. Mjög gaman. En svo mælum við líka með tebóðsröfnum. Við erum að fá allt svo skemmtileg skilabóð bara eins og við fengum eitt í gær sem var mjög skemmtilegt. Eitthvað fengum þið eru uppáhaldspodcastið og uppáhaldsbræðarefurinn minn. Já, besta kombóið. Já. Það verður uppáhaldspodcastið og uppáhaldsbræðarefurinn. Bara hvað er betra? Og þú getur notið beggja á sama tíma. Það er nefnilega the iconic duo. Ég vil sjá okkur senda okkur það sem það er að hlusta á tebóðið og borða tebóðsrefin. Þannig að allir að fara í ísbúðhuppu og setja okkur í tækið. Þeir sem hefur Tesla getur hort á okkur. Já, bara ekki þegar maður keyra það. Nei, ég held að Tesla stoppi. Þú kveikir á okkur. Ég held það sko. Þú veist, leið þú fer að staða, þú meir ekki vera að horfa og keyra. En hvað er mér að næst að leggja ykkur staðar og ég segja það. Horfa á YouTube með ís og sólsetrið og bara það nýjus. Það er ekkert betra en á sumrin að leggja ykkur staðar á góðum stað með bræðaref og horfa á sólsetrið sko. Ekkert betra. Maður getur gert það líka svo seint, það er sólsetrið bara klokkan 11 kvöldi eða eitthvað. Getur ekki bara svona, þetta er bara svona, hvað er að gera? Ná, fyrir bíltúr, það er alltaf góð hugmynd. Já, true. Og fara í ísbíltúr, sko. Beint í ísbúðhuppu. Beint í ísbúðhuppu. We're so proud of it, we put our name on it. Gríns. Tebóðsrefurinn. Herra, ok. Þetta, ég man ekki, var eitthvað sem bað um þetta topic? Nei, ég held að þetta var mín hugmynd, sko. Góð hugmynd svona. Og nafnið kom á sama tíma og þú varst bara, wow. Já, bara, it's a deal. It's a deal. En þú veist, þeir sem verða ástfangnir setti vorum aðeins að ræða þetta í gær. Þegar vorum svona ákveða hvað við ætlum að taka upp og eitthvað svona. En ég held að sérlega, þú veist, pældi að vera maki. Ángriðs er reglulega stressandi að vera með leikara sem maka, sko. Ég held hann nefnilega. Bara segjum að þú átti eitthvað maka og hann bara var að lenda einhverju risa hlutverki á móti Angelina Jolie eða eitthvað. Ég væri bara, it's over for me. Maður væri alveg með fyrst fyrild í maður og sko maður væri alltaf svona Einmitt.
Jesus. En þú veist, ég held að sé bara svo algengt að, ok, við pælum því af hverju heldur að sé algengt að fólk verði ástfangi. Þetta svo intimidate og þú ert bara ekki að, þú veist, þú ert að leika einhverja tilfinningar og kannski vakna einhverja tilfinningar. Já. Og búið að setja í alls konar svona stöður og stellingar, skilur sem að, þú veist, svo ertu kannski bara svona, þetta var frekar næs. Þú veist, kannski, þá er ég að tala og svo er það líka náttúrulega bara, þú veist, það er oft sem að fólk verður ástfangi á vinnustað, skilur. Það er basically það sama, nema aðeins kannski meira close og meira personal heldur en kannski skrifstofuvinna. Einmitt, nákvæmlega. En þú veist, reglan er yfirleitt bara ekki blanda business og love, sko. Þessi regla er ekki Hollywood, sko. Nei. En svo á sama tíma þá hugsa maður, ok, ef við erum með stórstjörnu eins og Jolie, hvar á hún að hitta maka annars þar enn í vinnunni? Bara, veit ég að klúbnum? Já, en þú veist, þau eru svo lítið á svona venjulegum stöðum. Já. Hvað er hvað að meina? Samt er það ekki eitthvað lítið. Heldur sé bara heima þessu all daginn? Ég held að sé bara með svona close vina, eða svona, þú veist. Já, en þetta er bara svona, ég held að þau hittast bara í gegnum samíla vini alltaf og hvað hann. En ég segi, þeir eru örugglega, þú ert örugglega líklegastur til þess að kannski, ég veit ekki, falla fyrir ykkur með aðlagast að ykkur sem er kannski í sama bransu og þú, að því að þú veist hann getur skilið þig og þú veist, mannska getur skilið hvernig líður og eitthvað svona þannig. En það getur ekki verið góð hugmynd af því að þú veist, svo fóðu þið aðra myndir og þið eru bara aldrei á sama staðnum eða í sama landinu og í staðan fyrir að kannski eftir maka sem maður gæti unnið alltaf bara hvað sem er, skilur. Það verður náttúrulega geðveikt. En ég tala hérna, þú veist, ég held að sé ástæðan okkur svona mörg margir Hollywood-stjörnum byrja saman er að því að þú veist, auðvitað tengja þau bara og það er eitthvað sem tengja þau saman, skilur. Algjörlega. En hérna, við ætlum ekkert að taka þátt sem er bara svona stjörnur með Average Joe. Já. Það verðum að gera það. Já, alveg. En það er gett áhugavert. Því maður heldur alltaf að stjörnuna sé með einhvern öðrum frægum, sko, en það er ekkert alltaf þannig. Sumir kynnast bara okkur, veit ekki að þernið eða eitthvað, skilur. Já, algjörlega. Eins og bara fyrsta sem dettur í hug þar, ég veit að það er ekki topic dagsins, en það kom ekki að skemmtilega á óvart að Serena Williams, heitir hún ekki örugglega Serena Williams? Það tala tennis. Tennisleikarin, tennismeistarin, hún er gift Alexis Ohanian, en hann þú veist, hann er bara, hann er ekki Average Joe, hann er alveg svona, þú veist, hann er ekki frægur samt, en hann er einn af stofnendum Reddit. Já, ok. Skilur, það get svona geðveikt mikil andstæði við hann einhvern veginn, þú veist, ekkert í íþróttaheiminum eða stjörnuheiminum. Hvernig kynntist þau bara? Bara á hóteli. Hún var á okkur tennis, í okkur tenniskeppni og hann var bara á okkur businessferð. Þannig kynnastu líka? Já. Þannig er líka hægt. Jú, auðvitað, svona einu milli. En ég mér fannst það svo krútlegt að ég sá eitthvað viðtal við hann og hann eitthvað, og það er alltaf að segja bara eitthvað svona, þú veist, þið komið svo á óvart einhvern veginn, að því maður myndi einhvern veginn byrja að gefa sér það bara á hún er íþróttamannskja, hún myndi kannski bara vera með íþróttamanni eða eitthvað þannig, bara alls ekki. Nákvæmlega. En mér finnst það krútlegt. Já, mjög kjött. En hvað er svona fyrsta parið sem þú hugsar ástfangina setti? Angelina og Brad Pitt. Það ekki? Jú. Það líka mér, sko. Þau kynntust í Mr. and Mrs. Smith sem er svo iconic mynd. Sko. Hún er geggjuð. Líka setur þetta ekki bara svona fast í okkur að því að var með Jennifer? Já, þetta ekki. Nei. Ekki? Þau voru líka alveg power couple, Angelina og Brad. Þau voru það, en ég segi þú veist, það var svona að því að hann varð ástfanginn af henni á setti þegar hann var með henni efst. True. Það er alveg brutal. Held ég að vera Jennifer þar. Vont, sko. Ógeðslega vont. Ógeðslega vont. Þarna lendum bara nákvæmlega í scenariónu sem ég var að lýsa að vera hræðilegt á hann. Já, 100%. David. En ég var alveg spurt eins og Hildi mákuna mína, núna á náttúrulega hún maka, bróður minn sem er leikari, en hann hefur náttúrulega ekki verið neinum stórmyndum eða neitt þannig. Ok, fyrir ekki, hann er svona leiðileg. Nei, en ég er að tala um þess að hann er ekki búin að vera í eitthvað svona Hollywoodmynd, en jú, hann hann er leikari. Já, hann leiki ófærð og þar átt hann kærasta. Svo leik hann í Svartur leik og þar var hann líka eitthvað reyndir aftur líka kærasta þar. Hann er tvisvar í svona sjónvarps, þá hefur hann verið samkynhneigður. Og svo ég sá ekki Shakespeare in Love. Nei, þú mistir það. Ég misti það, en þar var hann náttúrulega in love og var Shakespeare. Já. Þannig að ég held hann hafi þurft að kissa mótleikonu sína þar. Ég veit ekki, en ég hef oft spurt Hildi eitthvað, finnst þetta ekki eitthvað, það er leitt eitthvað, hún eitthvað, nei, brosa chillu.
chillaða mín, sko. Já. Við verðum ekki svona, sko. Nei, en hún er líka meia. Já. Það er svona feisty, sko. Það eru feisty, sko. En hún er svona róleri, kannski heldur en kannski ljónið. Ekki? Jú, örugglega. Ég er samt alveg mjög róleg manneskja, þú veist. Já, ég veit ekki. I don't know. Allavega. Ég er að pælingar. Allavega, ég hef pröfað að spyrja hana. Hún hefur aldrei eitthvað svona sagt hún sé eitthvað svona stressið yfir þessu. Sem er gott. Já. Og að haldast þannig. Það er æðislegt. En ef að fara yfir þessi pör? Já. Ok. Fyrsta sem ég er með hérna er Rosie Leslie og Kit Harington úr Game of Thrones. Mér finnst þetta svo krútlegt. Þetta er ógeðslega krútlegt, en vágat það kom mér óvart þegar ég sá þetta, þegar ég heyrði þetta þegar Game of Thrones var í gangi, ég var bara, ha? Já. Það er Jon Snow, sér satt. Og hvað heitir hún? Ekki hugmynd. Hún lék hana eitthvað þessu Snow People hana. Já, hún var eina af þeim, sko, drap hann ekki? Spoiler alert. Ég veit ekki. Það var eitthvað svo leiðis. Nei, hann drap hann ekkert. Þau voru samt ekkert eitthvað par, sko. Þannig sé. Í þáttunum? Nei, eitthvað aðeins. Það var eitthvað smá svona. Já, eitthvað svona smá. En ég var ekki að svippað af það, sko. Ég var bara, nei. Nei, ekki heldur. Maður var bara eitthvað að Jon Snow átti að vera með Khaleesi. Já. Sýstu sinni. Damn it, já. Maður gæti okkur að spoila þetta, sorry. Hætti að hlusta. Fyrsta. Ok, gleymi þessu. Já. Nothing happened. En þau eru allavega gift. Já, þau eru gift í dag. Það er geggjað. Og þau kynntust í Game of Thrones. Það er cute. Mér finnst það ógeðslega cute. Herðu, og svo að því vorum náttúrulega að taka Gossip Girl það komum Gossip Girl þáttur. Blake Lively og Ryan Reynolds þau kynntist á Green Lantern settinu. Já. Það er nefnilega... Þú sagðir það líka í Gossip Girl. Ég var ekki viss hvort þegar kynstar fyrst skipti en það var 2010 en þau urðu ekki, þú veist, byrja ekki að deyta fyrir þau voru bæði single því þau kynnast þegar þau voru á föstu. Já, og þá var hún einmitt á föstu með Penn. Já, Penn Bagley. Sem hún var líka ástfangin af á setti. Já. Lilla set queen. Já, hún er set queen, sko. Kannski vill hún ekki vera að leika mikið því hún er bara, we'll fall in love with you. Já, einmitt. Í nýjastu myndinni Simple Favor þá hún er bara að leika móti öðrum kvennmunum, þannig að það er kannski aðeins rólega. Maybe that's a hit. En hérna, hvað var stjörnumerkir? Mér langar að vita hver? Blake Lively? Já, að því mér langar að vita svona, að því hún er svona lukkar smá eins og sé svona, romantic, skilur. Já, hún er svolítið romantísk. Já, bara, ég er sett í, Hörðu, síðan það eru hvenær byrjar þetta megin í ágúst? Það er í loka ágúst. Hvenær var hún ámali? 25. ágúst. Hún er örugglega meja. Hún er örugglega meja, já. Virgo. Já, ok, já. Lilla meja. Ok, þannig að þær verða ástfangnar á setti. Já. Gott að hildur sig ekki leikuna. Já, gott að hildur sig ekki leikuna. Svo Mila Kunis og Ashton Kutcher. Já. Þau kynntust náttúrulega í The 70's Show. Elska 70's Show. Já. Það er að horfa á allt. Já, allt. Það er æðislegt. En þau náttúrulega, þú veist, það er ekki, þú veist, hvar í rauninni hjónaband þeirra byrjar. Nei. En þau kynnast þar 98 og þú veist, Mila Kunis er 14 ára þegar hún kynnist. Vákón lítil hana. Já. En svo náttúrulega fer, þú veist, Ashton Kutcher fer síðan og giftist þarna Demi Moore. Og hann skilur svo við hana eitthvað í kringum 2012 og þá byrja þau í rauninni að deyta. Mila Kunis og Ashton Kutcher. En hún hefur samt sagt í viðtölum að hann sé fyrsta hook-upið sitt. Mér finnst það okkur slá dúlló. Mér finnst þau svo cute saman, sko. Mér finnst þau svo cute saman. Bara, þetta er bara svona childhood coming true, skilur. Já. Hvað heit hann? Kelso. Og hvað heit hún í þáttunum? Ég man það ekki. Ég man það ekki. Þau voru svo cute. Já. Love them. En hún sagði í viðtölu á Howard Stern bara svona fyrst skipti, þú veist, svona, þegar við vorum svona hook-up og ég veit ekki hvað Bandaríkjamenn telja hook-up vera, þú veist, er það bara koss, er það sleikur eða er það bara doing the deed? Einmitt. Veit ekki. En hún sagði allavega doing the deed. En hún sagði bara he took my breath away. En þannig að þú veist, hún var í rauninni ástfangin af honum á setti þó svo samt þeir hafi ekki byrjað þar. Já. Það eru samt ástfangin á setti. Það er mjög cute. Þau fá að komast á hana lista. Svo er Ryan Gosling, sem sagt, tvíburabróðir Ryan Reynolds. Já, þú heldur alltaf. Ég er að tjóka. Þú rugglaði þeim alltaf saman. Já, ég bara skilði það ekki. En ég held að sé bara Ryan nafnið. Já, það er bara eitthvað, þú veist,
og svona pínu svipaða týpur en ok, en Eva Mendes og Ryan Gosling, þau kynntust þegar þau voru að leika í The Place Beyond the Pines. Já, ok. Hefur séð hana? Nei. Ég hef ekki heldur, held ég. Ok, kynntust hana 2011 og í rauninni, þú veist, hafa verið saman síðan og eiga 2 börn og þau eru svona ógeðslega mikið svona mystery fólk, eða skilur, því ég segja mystery fólk það er bara svona, þau eru ekkert að gefa mikið af sér hvað þau eru að gera. Nei, maður veit aldrei neitt Ryan Gosling eða neitt þannig. Eiginlega ekki, sko. Þannig að Mystery people. En þau eru allan kynntust þar og hafa verið saman þar, já, þau eru ennþá á settinu. Nei, þau eru búin að vera saman síðan 2011. Já. Cute, sko. Það sem ég með er Samira, hvað sem Wiley and Lauren Morelli, sem er úr Orange is the New Black. Já, hvað hét hún? Hún hét, oh my god, Pussy. Jú. Það ekki? Jú. Pussy, já. Hún leik Pussy og svo er konan hennar, hún er writer af þáttunum. Sjúklega cute og þær eru giftar núna. Já, svona skil ég ekki okkur fucking höfundurinn af þáttunum þeir láta svona fara fyrir Pussy. Ógreins, þetta var örugglega versta sem að... Verður þetta ekki kona þín? Getur ekki bara aðeins svona? Þetta var örugglega versta. Ég vissi ekki hvort ég ætti að þetta atriði gerðist. Nei, ætlum ekki að spoila þessu. Nei, ég ætla ekki að spoila þessu. En fyrir það sem að... Þið vitið hvað ég tala um? Já. Fuck, maður hætti að spoila. Ég veit að við erum præðilega, sko. Við þurfum að skrifa hjá að setja inn hérna ef þú ert ekki með að horfa Game of Thrones, það er ekki gott að horfa. Og ekki heldur Orange is the New Black. En við sögðum ekki neitt. Jú, en samt, hvernig fóru fyrir en hér alveg smá svona... Já, kannski... Fuck, já. Ég hef ekki viljað vita þetta. Kannski slapp hún á fíl úr fangelsi, hver veit. Æjæ. Sorry, guys. Sorry, við erum hættar. Já. Miley Cyrus og Liam Hemsworth. Já, það var ekki last song. Jú. Cuties. 2009. Það er alveg cute mynd. Já, það er ógeðslega cute mynd. Og maður var alveg bara svona, maður var alveg að sipa þau. Já. En svo eins og við vitum, þá eru þau ekki saman í dag. Nei. En þau eru þau samt þarna ástókin, 2009. Stormasamt samband. Já, on and off einhvern veginn. Og svo giftuðu sig. Já, var það? Já, ég held að þau hafi gift sig, sko. Og hann bjargaði allum hundunum hennar úr eldsvoðanum sem var í Hollywood og eitthvað. Svo hætti þau bara saman, já. Æi. Það er bara ógeðslega sorglegt. Ég sé på þau, sko. Já, en eða hvort þau voru bara trúlu við tvisvar, það getur verið, ég veit ekki. Já, ég man það ekki heldur, sko. Nei, ég man það ekki, skipti svo sem enga máli, það er alltaf ekki saman í dag. En árið 2009, þá urðu þau ástöngin á setti af The Last Song. So cute. So cute. Will Smith og Jada Pinkett Smith, þau kynntust í áhörðunarpröfu á Fresh Prince of Bel-Air. Já. Það er cute. Já. Hún var ekkert að leiki í þessu. Jú, hún var í áhörðunarpröfu til Já. þess að vera eitthvað aukahlutverk. Já, ok. Og var hún aukahlutverk? Vistu það? Ég man ekki hvort að ég veist sko, Fresh Prince er eitt af mínum uppáhaldsþáttum. Ég hef nefnilega ekki séð þá. Nei, ekki. Nei. Má sjá. En ég man ekki ég man ekki hvort hún hafi hún kom allan í áhörðunarpröfu og var að reyna að fá hlutverk sem eitthvað kærastum mann, sem áttu mikið að kærastum sem í þáttunum sko. En ég held hún hafi ekki fengið hlutverki. Nei, Nia Long fekk já, þau kynnast þannig 94 og gifta sig 97. Já. Nokkrum árum setna eru búin að vera gift síðan. Þau eru ekki hætt saman núna. Nei, það er búið að vera eitthvað smá svona... Þau náttúrulega opnuðu sig á Red Table Talk og hún sögðu þarna frá því að þau hefðu aðeins verið separated þarna og hún er eitthvað aðeins fara að dingla sér. Já, með einhverjum öðrum. Entanglement. En hann var samt ekki að gera neitt annað. Var það ekki? Þau töluðu ekki um það. Nei. En orðrómar hafa verið... Mér myndi að hann hefði verið bara gett ástfanginn af henni þrátt fyrir þetta. Og hann var bara gett leiður yfir þessu. Já, hann var mjög leiður yfir þessu, sko. Þetta sjóta viðtalið, þetta er alveg átaklegt. Svo er ég með Channing Tatum. Channing Tatum. Hvernig við segja það? Channing Tatum. Ég veit ekki, kannski segja ég villust. Nei, ég veit ekki. Bara fyndi það að segja Channing. Magic Mike. Já, Magic Mike. Step Up. Já, hann kynntist einmitt fyrst, konunni sinni,
hvort þau hafi gift sig, já. Var það ekki? Jú, fyrstu konunni sinni. Já. Hérna í Step Up, á Step Up settinu. Ég elska Step Up. Já. Árið 2006 og þá var hún var líka dansari og hann alltaf dansari. Og svo var þau trúlofið 2008. Jú, giftu sig 2009 og eiga síðan eina dóttur saman. En þau eru ekki saman dag? Þau eru ekki saman dag. Hann fór að deyta söngkonuna Jessie J. Nei? Jú, og þær eru sko ógeðslega svipaðar. Í útliti? Og þær eru ógeðslega álíka í útliti, þær tvær. Þannig að svona, he has a type. Já, greinlega. Eða þú ert out there og þú finnst þú vera líkast Jessie J eða... Það áttu sjans. Já. En þau eru ekki lengur saman í dag. Jessie J, nei, ok. Síðast ég vissi voru allan ekki lengur saman. Þannig að he's single, girls. En hann verður bara ástfanginn á næsta setti. Já, næstu Jessie J. Eftir ermi. Yes, sir. Yes, sir. Herri, eitt sem er svo skemmtilegt hérna fyrir Big Bang Theory fans. Johnny Galecki, hvernig sem segir þetta, sorry. Og Kaylee Cuoco. Kaylee Cuoco? Hver er það? Það er Penny og Leonard. Já. Þau voru gift í alvörunni. Já, Eða voru að deyta kannski bara. Ég nefnilega... Þau voru að deyta í alvörunni. Já. Og þú veist, hann er svona algjör svona nörd og hún er algjör svona hot í eitthvað. Hann er svona eldan alla þættina. Nærinu svo. Og þau voru greinlega að deyta í alvörunni. Mér finnst það ógeðslega fyndið. Já. Og en þau eru ekki saman í dag. En karakterina þeirra eru giftir. Já, karakterina þeirra eru giftir, já. Með mitt. Það er alveg svona... Það er rosalegt. Ég held að það sé svo ógeðslega erfitt. Nei, held að sé hægt. Það er betra fyrir þig. Já, ég held að það sé ógeðslega erfitt ef þú ert búin að verða ég held að sé flóknara að verða ástfangin að setti í þáttaserjum. Það er ongoing yfirleitt. Einmitt. Þannig að ef þið hætti saman þá þarftu að halda áfram. Já. Það er alveg fucking erfitt maður. Líka að segjum að manneskjan bara helt framhjáður eða eitthvað. Já. Og þú þarf bara að vera þykjast að vera ástfangin af henni. Gaur. Það er professional work, sko. Gaur. Varstu ekkert One Tree Hill fan? Nei, nefnilega ekki. Ok. Það eru pottið ykkur sem er að hlusta sem eru One Tree Hill fan. En Chad Michael Murray sem lék Lucas og Sophia Bush sem lék Brooke. Þau deytuðu. Já. Þau voru að deyta í þáttunum. Alveg rétt, já. Deytuðu svo í alvörinni. Giftu sig í alvörinni. Shit. Hann heldur fram í hennu með Paris Hilton. Þú sagði ykkur þetta? Já, ég veit það. Fuck. Og það er til atriði í eitthvað síðustu seríunum þar sem að hún tekur svona ræðu á hann. Þau eru stödd í brúðkaupi þegar þetta atriði gerist og hún tekur svona ræðu á hann, hún brotnar niður og sumir segja að þetta sé bara real. Já, þetta hafi bara, þú veist, hún var alveg að fylgja handriti en hún fór samt alveg út frá því. Já. Og bara brotnaði niður og var bara, þú veist, og þá var það bara ekta tilfinningar. Shit. Helt hann fram hjá henni? Já. Já, með Paris Hilton, já. Já. Oh my god. Jesús. Þetta er risky game. Já. Að ætla í þennan bransa. Ángríns. Að verða ástfangin á setti. Já, ég held að sé miklu erfiðara ef það er sería. Sjónvarpssería heldur en... Jú. Það ekki? Jú. En fyrir ykkur True Blood fans sem ég var mjög mikill fan af back in the days, það var Stephen Moyer sem leik Bill og Anna Paquin sem leikur Sookie. Þau eru gift í alvörunni. Ok. Ég var sko huge fan. Ef ég hefði vitað þetta, ég veit ekki hvort ég vissi þetta, en ég man það ekki, en þetta ég hefði verið bara hjálpið mér sko. Varstu ekki fan? Nei. Hún átti að vera með öðrum gæja. Ok. Eric Northman. Alright. Alexander Skarsgård, veist ekki hvað það er? Nei. Veist ekki hvað Skarsgård er? Nei. Er þetta sænski leikarinn? Jú, ok. Pappans er Bill Skarsgård. Hann líka leikari. Þetta er ekki Bill Skarsgård. Veit ekki. Ég? Jú. En já, ég náttúrulega veit ekki... Nei, hann er ekki Bill. Nei, hann er alltaf samt leikari. What the hell? Hvað heitir þetta pappans? Já, Stellan Skarsgård pappans, sorry. Ok. Fólk veit alveg hvað þetta er. Já. Marvel-heimurinn. Marvel-heimurinn vita. Leikur hann Natalie Portman. Hún kynntist eiginmannu sínum á settinu fyrir Black Swan. Alveg rétt. Hann var dansari, eða ekki?
jú, svona choreographer. Já, svona dansstjóri. Svona danssmiður. Dansmiður, já. Nei, ekki. Ég held að sé það. Og dansari. Já. Og þau kynntust á setti fyrir Black Swan. Mér finnst það ógeðslega krúttlegt og hann hafi verið mitt, þú veist, hann var ekkit að leika á móti henni, skiljum. En hann var röglega kannski að það svona láta hana svífa og dansa, lala. Mikið af svona dansæfingum á kvöldin. Já. Haldur mitt af henni. En þau eru búin að gift síðan 2012 og eiga 2 börn. Cute. Já, mér finnst það ógeðslega sætt. Svo líka annað par sem því miður ekki ennþá saman í dag. En það er Megan Fox og Brian Austin Green. En þau kynntust á setti fyrir Hope and Faith. Ok, ég hef ekki séð þá mynd. Nei, ekki heldur, sko. Eins mikil Megan Fox fan og ég var, þá vissi ég ekki að þau hefði kynst á setti, sko. Nei, en kynntust setti 2004 og þú veist, giftu sér síðan 6 árum setna, 2010. Og held að þau eigi samtals 3 börn saman. Já, 3 börn saman. Hann átti börn fyrir, eða ekki? Ég held að hann átti 1 börn fyrir og svo eignast þau 2 börn. Já, ég man saman. Bara eftir það var svo mikið að vera að dæma hana því hún var alltaf í bólunum af barninu. Já, ég var náttúrulega Ég var alltaf að gera það líka. Hvað barni? Bara litla bróðum. Já. Bara já, því að hún var alltaf í bólum af 8 ára syni hans. Og ég var bara, I'm doing this. Já, þú varstu bara við litla bróðin Gísla bara það fari gegn fattskapnans. Já, líka litla systir minni og fara svona litla bóli. Nei, sko. Þetta lúkkaði samt, sko. Já, það var hot, sko. Þetta var ógeðslega flott. Hún náttúrulega bara púlar allt, sko. Fyrir utan það, sko. En þeir náttúrulega hættu saman hann á síðast ári, 2020. Og í dag með Machine Gun Kelly. Já. Sem hún kenntist líka á setti. Ok, hún bara eitthvað að leika bara í dag? Hún bara eitthvað að leika, sko, já. Þú veist, nei, alvörinni. Þetta manneskja sem ég bara dáðist af, sko. Ég var bara... Er þetta frípassiðin? Já. Nei, sko, ég var eiginlega bara svona... Mér fannst ég bara vera líka henni, sko. Já. Það var alltaf allir að segja við mig bara alls sem Megan Fox að því að mér alveg svart hár og svartar augun og ég var bara, nei, hætti þessu. Thank you. Já, takk samt. En það var okkur besta rós sem ég fengið á þeim tíma, sko. Líka var bara, þú veist... Transformers og bara, ég horfði bara á það út af henni, sko. Já, ég líka. Ég var bara, wow. Ég líka. Svo Jennifer's Body myndin. Já. Þetta er umulig mynd, en ég var bara Megan Fox í henni. Ég er að fara að horfa á hana. Já. En þau kynntu sem þarna og hún er bara með svona andlið sem er bara svona gaman að horfa hana að tala þá hún sé ekki að gera neitt, ég væri bara wow svo gullfalleg, sko. Svo gullfalleg. Svo er annað par kynntust, getum við kallað það sett? Já, en þau kynntust þegar voru þess bæði dómarar í Voice. Já, svona í vinnunni. Já, svona í vinnunni. Hollywood-vinnunni. En það er Blake Shelton og Gwen Stefani. Já, þau eru trúlofið, eða ekki? Eða gift? Það er annarkvæmst trúlofið gift í dag. Ég man ekki hvort það er, sko. Ég er ekkert eitthvað mikið fan af hvorum þeirra, skilur. Bara don't mind them, skilur, bara geggjuð, en 100%. Ég er ekki að fylgjast með þeim. Já. En við minnir að hafa verið annarkvort í fyrra eða eitthvað. Já, allan að trúlofið. Já. Maður veitur það einhvern veginn. En hann var nýbúinn að skilja við konuna sína, Miranda Lambert, sem er líka country sönguna og hún var nýbúin að skila manninu sínum, en þannig eru bæði þú veist orðin svona nýlega single og eru bæði dómararnir í Voice. Ætli þið hafi verið ástfangin 2015 eða nýlega skilin, ætli þið hafi verið eitthvað ok, við þurfum að skilja. Who knows, sko. You never know. En þetta var 2015, þau eru ennþá going strong. Já. Þegar þessi þáttur er tekinu upp. Já. Næst sem ég með er Emma Stone og Andrew Garfield. Ég vissi þetta ekki. Þau kynnast að setti á The Amazing Spider-Man. Ok. Og þau eru saman þar og ég vil ekki spoila Spider-Man, en ég vissi ekki að þau voru saman. Eru þau saman í dag? Nei, þau voru saman í 4 ár samt. Vá. Já, það er mikið yfir Hollywood, sko. Já, það er bara mikið yfir höfuð, en sérstaklega Hollywood. Ándjóks, allt yfir ár í Hollywood er bara wow. Já, bara vel gert. Já, you did it. En þau eru sjúklega cute. Já, ógeðslega cute. Svo er Tom Hanks og Rita Wilson. Hvað mynd kynntust þau á? Þau kynntust í Bosom Buddies 1981 og hittu svo aftur að setti í myndinni Volunteers
þannig að þau fengu 2 sinnum að vinna saman og svo bara eftir seinna skiptið 85 þá bara rest is history sko þannig að það saman í dag. Já. Rachel McAdams og Ryan Gosling þau voru ástfangin í Notebook setni. Já. Það er alveg insane sko. Já. Ég vissi þetta ekki. Eða veist ég myndi þetta heldur ekki. Nei, þau voru alveg í sambandi í 3 ár. Cute. Það er cute sko. Æ, maður sippa það alveg líka. Já. En þú veist það er bara að því að maður bara elskar Notebook, það er bara classic. Já, bara svo falleg saga. Já. Og líka hver var það sem ég sá aðan? Það var ótrúlega áhugavert. Býtu, ég týndi því. Ultimate, já. Ég hef búin til það. Það var mjög áhugavert. Já, Zac Efron og Vanessa Hudgens, þau voru náttúrulega líka þau eru náttúrulega High School Musical. Kynnast já, settin High School Musical. Þau deytið í 5 ár. Það er alveg langt sko. Var þetta ekki bara publicity stunt eða? Heldur það? Það ekki. Eitt samband sem ég held að sé publicity stunt till this day sko, er Camilla og Shawn Mendes. Já, ég trú ekki á þessum par. Nei, ég veit ekkert þau. Þú alltaf í nefnið þau einhvern veginn, þá ertu bara, bara stopp. Já, það er bara, sko, sem personur, fíla bæði, þau sem par, ég trú ekki. Ég veit bara ekkert þau sem par, þannig að ég veit ekki alveg. Nei, þú veist, þau hafa bara svona postað eins og einu sem postuð, bara mynda sér allt í einu, bara eitthvað svona, sátu okkur liðlega, svo allt í einu fór í sleik og maður svona, það var svona gett leikið einhvern veginn. Svo einu sinni voru þau gripin. En af hverju myndi, þú veist, er fólk eitthvað það mikið að shippa þetta? Ég veit það ekki. Af hverju myndi þetta þurfa að vera par? Eru það að gefa út eitthvað lög, gáta þarna eitt lag? Gáta þarna eitt lag og það var svona mest í kringum það, sko. Og svo bara það hjálpi, þú veist, I don't know. Ég veit ekki, ég var big Shawn Mendes fan áður, sko. Já. Mér fannst hann geggjaður, en núna einhvern veginn er ég ekkert eitthvað að hlusta mikið á hann. Nei, ég veit ekki svona, en þú veist, það var til dæmis náðust myndband af þeim, fór út að labba saman. Já. Sástu þetta? Nei. Ok, þau fóru út að labba bara í götunni sinni og eru, þú veist, í náttfötum og okkur bæðið með kaffibólluna sína og þau eru að labba og hraða skjaldbaka. Bara, þú veist, það er bara svo skjaldbökur að labba. Já. Þau eru að labba svo hægt svo þessi örugglega ná mynda þeim saman. Þú veist, þú ferð ekki út að labba og ert bara eitthvað að... Ekki going nowhere, skilur. Nei, þú veist, og það var bara þannig, þú getur bara hort á þetta í YouTube. Þetta er bara svo 2 zombies, bara eitthvað. Já. En já. Ok, ekki fan allavega. Nei, ég ætla að trú ekki, en það getur verið. Já. Og ég man ekki hvort við tókum þetta í hverju deytu einu sinni, en Jennifer Aniston og Vince Vaughn. Já, og fílupúkin hana. Já, úr Breakup. Já. Það er alveg, já. Fílupúkin. Já, við kallum alltaf fílupúkan. Hann leikur alltaf einhverja fílupúka. En samt alltaf í grímyndum, það er óslega fyndið. Já. En já, myndin heitir náttúrulega The Breakup og they broke up bara árið seinna. Já, þetta náðu ekki lengra það, sko. En við skeiðið skrifti að þau eru eitthvað ástóngin að setja því að þetta er ekkert eitthvað rómantísk mynd. Þetta er alls ekki rómantísk mynd, sko. Þau eru bara ekki mikið að rífast og eitthvað. Mjög gerðlega. Þetta er gett toxic svona sambandsleit í bíómyndinni. Já. Þannig að, já, það er alveg áhugavert, sko. En það greinlega skiptir ekki máli hvað hlutur, sko, því eða fyrst. Nei, þeir eru bara að chilla eftir og fara að fá sér bjór eða something. Svo Jennifer Garner og Ben Affleck þau kynntust líka á setti. Hvað mynd? Pearl Harbor 2001. Ok. Og þau náttúrulega voru gift sko í 13 ár eftir að hafa kynnst þar og eiga 3 börn saman. Ok, cute. Virðast alveg vera þetta er svona hjónaband, þau virðast alveg vera fellar sko, þótt að Ben Affleck er náttúrulega bara pínu búin að vera fyrir upp og niður í lífinu. Þú veist, bara svona það sem við almenningur sjáum, skilur við veitum alltaf ekki hvað gerist en hún virðist alltaf einhvern veginn standa við baki á honum og er svona gekk og vinkun hans. Það er allavega aldrei verið neitt eitthvað svona gett mikið ljótt á milli þeirra. Nei, það er gott. Mjög gott. En þetta var svo listin sem ég gaf með. Varst þú með eitthvað mikið meira? Nei, ekkert sem við höfum ekki tekið fyrir einhvern veginn. Nei, einmitt. En það er rosalega mikið. Það er ógeðslega mikið. Fullt af fólki sem við veitum ekki alveg hvað eru kannski. Já. Svo náttúrulega parið hana úr Scooby-Doo líka. Já. En þau kynst ekki á Scooby-Doo settinu. Nei. Þau kynst á hvað mynd var það aftur? Mér finnst það ekki að cute. Maður man eftir Scooby-Doo og leika Fred og Daphne. Já.
og þau voru bara saman í alveg og voru enda búin að vera saman kynntust 97 eða eitthvað man ekki hvað ég sá þetta en ok ég verði að taka eitt fyrir af því ég er búin að sá þetta svo mikið á TikTok núna með Justin Bieber og Hailey Bieber sendi ég þetta ekki í gær? Jú, ég skildi ekki alveg myndbandi sem hún sendir í gær ok, þetta er þess að trend það sem að þú segir I hate all men but when he og svo gera eitthvað cute ok en í þessu tilfelli var Justin Bieber að trýta hann eins og bara eitthvað skít já, betur, hann fer ertu ekki að tala um þegar hann fer okkur svona hjólabretti ok, já, fyrst ég sendi 2 vídeo okay. þetta var ekki sama vídeoið okay. en fyrsta vídeoið þá var hann bara að lappa úr bíl lokar hurðinni og svo kemur hún út í bílnum bara lokar á hana og svo setna vídeoið þá var hún, þú veist það var greinlega fullt af einhverjum fans eitthvað að hlaupa bara í kringum þau hann bara treður sér undir grindverkið já, og bara skateboardar í burtu og svo kemur hún og hún dettur og hún reynir eitthvað að hlaupa eftir honum já, og svo hef ég alveg séð meira en bara þetta sko. Já, og svo er einhver vídeo af þeim sem hún að halda á öllum töskunum hann heldur ekki að neinu á ströndinni, já, hún er eitthvað að labba með alla töskunar og hann er bara með drikkið sinn bara Ég er í sjokki og líka hann að vídeo daginn sem hann tala sem hann bara öskra á hana og með körfubolta hana. Já, og svo, þarna þegar hún er eitthvað svona að segja hún sé að vinna og hann bara hjálaður ég er smá rædd við þetta mér finnst það alltaf þegar ég sé eitthvað svona af þeim þess vegna er mjög spennt að fylgjast með YouTube-channelin annars meira en ég finnst ég alltaf verið að sjá eitthvað svona hann er einhvað gentleman sko nei, það virðist ekki vera og það virðist eins og hann gleymi sér þú veist hugsaðu fucking konuna þeina já, 100% sorry, ég veit að við þurfum ekki á kallmennum að halda eitthvað hannig en ég myndi, þó að það væri vinkona mín þá væri ég bara nennir að bíða eftir mér já, bara halló getur þú tekið inn á tösku eða eitthvað þannig já, eða bara, þú veist hjálpaði mér að komast út úr krátinu hún dettur hana í stjættina og hann bara löngu farin líka sá eitthvað vídeo og þá þú veist eitthvað svona er hún live á Instagram og þannig að hann viti það ekki og hún eitthvað svona línar inn eins og hún sé að reyna að kissa hann og hann eitthvað svona ítir henni bara svona frá sér tekur síðan eftir hún sé live og er svona, reynir þá að vera næs oh my god er það alltaf bara for the show, ég veit það ekki eða hann er bara ekki kaldur skilur ég tróðlega að hún sé ástfangin á hannum já, ég held að hann sé bara útla leiðilegur já, líka, oh my god, mannst eftir það er alveg núna kannski 2 eða 3 ár liðin síðan en það var þú veist, þau voru ekkert búin að vera svo lengi saman hvort þau voru búin að gifta sig eða ekki skiptir ekki máli skilur en þau voru ekkert búin að vera eitthvað þau voru kannski, Hailey og hann voru kannski búin saman í 1 eða 2 ár og hann setur eitthvað í story hjá sér og og það sést í storyinu, þú veist að hann nýlega búin að googla Selena Gomez nei jú oh my god manst eftir þessu, þetta var sko svaka þing nei, man ekki eftir þessu nei, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var en þú veist, basic bottom line er bara þú veist að sást að hann var nýbúin að sörtsa já, ég held að hún sé mjög stór partur af þeirra sambandi, sko ég held að líka að ég oft sé vídeo, kannski algjör tilviljun þar sem ég er búin að setja klippur þar sem að Selena Gomez er að segja í ykkur ræðum eða bara tala í viðtölum og svo Hailey setna að segja nákvæmlega sömu hlutina hún er bara svona copy allt, ég held að hún sé með hann á heilanum sko já, ég held það sem er ekki skiljanlega, sem er skiljanlega þetta því að ég held að hann sé líka með hann á heilanum ég held hann líka það er eitthvað svona eins og sé pínu unfinished business þarna og þau eru ekki að tala um þessu fyrir að byrja eftir saman eitthvað þannig, það er bara eins og sé eitthvað órætt eða eitthvað luggi ekki lokaður eitthvað þannig, það er eitthvað óþægilegt þarna ég held að við erum að taka bara Hailey og Bieber þátt krins, hann læsaði bara Hailey og Bieber, þá getum við verið búin að horfa á bara channelið og allt þetta og heimildamyndina, þar sem hún er alveg frekar mikið í Justin Bieber myndina, ég er búin að sjá eitthvað þetta er nokkur þættir, ég er bara búin að sjá held í fyrstu 2 eitthvað, ég þarf að klára þetta en ég held að það portræðir hann ekki eins og hann er að portræðast skilur á netinu alls ekki, en ég segi að þetta er hans digga hans meira dýp sko líka í svona behind the scenes og svona ég var bara að taka þetta að ég var svo traumatized ég sá þetta TikTok ég var bara hann er alveg skapstór já, að því við erum búin að ræða það á þér og svona þetta já, ég var svona ég var að tjekka sko, hún er bómaður er hún sett ekki aðeins já, þannig að hún er þurft mjög svona þau eru frekar róleg eða svona, tali vera einkenni bómana hann er fiskur fæsti já, ég er náttúrulega fiskur líka og ég veit alveg hvernig það er að vera með skap þannig að en þú veist þetta ekki svona nei, auðvitað ekki, en ég segi, þú veist, ég get að ímynda mér að hann sé skapstór já ég get það sko
en maður líka alveg sé hann svona les át og svona paparazzi og ekki að nei, ekki gera það skilur máli les át á þau en þú veist, hann er oft svona frekar ekstrím. Já, algjörlega. Herru, Hailey og Bieber þáttur. Það kemur í sumar. Já, það kemur í sumar. En takk fyrir viðveruna. Bara takk sem við. Er ekki komið mætingu, eða? Já, þú fegst mætingu. Yes. En er ekki viðvara orð? Viðvera? Já, bara... Ég veit ekki með Orð dagsins viðvera. Já. Sjáumst næsta þetta.